áfangin transistora og litla magnara. Og transistor, það svona hlutur, sjáu þið á töfluna? Já. Og þetta sem það má líka þessu viðnám sem stillanlegt, svona. Hérna verður plús og sem hér bara pera, svona. Og ef þið farið píluna hérna hátt upp, þá mikið viðnám, þá ráðvægt að fara í gegnum alltaf vírar sem hér á, vaðir utanum svona viðnámsvírar og þá hérna lítið ljós. Svo farið þið með vírina niður, þá farið þið bara með vírin hingað og hingað og þá eykst ljósið. Þannig að þetta hérna kallað bara stillanlegt viðnám og transistor eiginlega stillanlegt viðnám. Ef við höfum peru hérna, svona, og hérna plús, þá getum við með spennunni hér á milli, þá getum við sett hér sem bara batteri, svona, og getum við stilt hérna spennuna hérna inn á beisinn, svona. Þá getum við ráðið hvað fer mikið hér niður. Þetta svona jafngildismyndi með transistor. Lítið merki hérna inn á hann gerir stórt merki hér niður. Og skautin heita, þetta eru 3 skaut hérna, þetta kollektor hérna, kollektor. Þetta hérna emitter og þetta base, base. Þetta ára M hérna. Þetta transistor og þau eru til að 2 tegundum. Það sem sagt, pílinn getur snúið hérna út eins og hér. Þetta verið sem sagt svona og hann getur líka verið svona. Þessi PNP, þessi NPN. Og við erum bara með hérna hér að því að hérna plús, þessi fyrir mínus hérna upp á. Og við erum aldrei með svoleiðis rásir. Þannig að við vinnum bara í NPN-dótinu og eða kannski munið til díóðunum. Það voru búin til 2 svona silikonkubbu sem var búið að dópa, öðru vantaði rafeindir og hérna með ómikið af þeim. Og þeir hétu P og N sem kubbar. Transistorinn raun bara 3 kubbar. N, P og N, þetta eru 3 silikonkubbar. N, P og N. Og hérna kollektorinn hérna, hérna C, þannig að hann á stafinn C hérna. Hér þá C-ið, hér væri þá baseinn, það B og hér emitterinn. Þetta ef við snúum bara eðlilega, þá snúum við bara svona. Þá hérna bara kollektorinn í N-efnið og P-efnið og N-efnið og hér baseinn og hér emitterinn. Og þá svona kannski vitið aðeins hvernig þessi nafngiftu komin til. NPN, pílan út og þá hann NPN og hann teiknaður svona með píluna hérna út, svona. Og kollektor, emitter og base. Þetta svona það sem þið þurfum aðeins að vita áður byrjum í þessu, hvernig þetta Og þetta sem svona, við breyttum viðnáminu hér á milli og það talaði mögnun í honum, segjum að mögnunin í honum sé 100 og það færi 1 milliampere hér inn í beisinn, gefur 1 milliampere hérna, þá færi 100 milliampere hér niður hérna og þá eru hér 101 milliampere. 101 milliampere. Þannig að lítið strömmur hérna inn magnast 100 sinnum, það hittum við 100 sinnum með meiri strömmur niður og svo leggjast það báðir við hér og hér er það 101 milliampere. Þetta svona lykillinn að þessu. Og mögnunin, hún gefin upp, hún heitir HFE. HFE jafnt á mögnun og það jafnt á straumur IC í kollektor deilt með straum í base sem væri það hjá okkur 100 milliampere deilt með 1 milliampere sem jafnt á 100. Þetta hefur enga einingu, þetta bara HFE jafnt á 100. Þannig að þetta svona það sem við notum og sjáum við hérna díóða, þið munið að hún var svona P-efni og N-efni, 1 P og 1 N hérna og
og það var 0,7 volt spenna hérna milli þá fór að leiða. Það eins hér. Hérna erum við frá base yfir emiturinn, erum við bara díóða hér að milli. Hérna bara eins og díóða, þannig að við 0,7 volt hérna í pluss, þá byrjar hann að leiða hér og þá tekur hann með sér 100 sinnum meira hér, sem að eina rafeind fari hérna niður, þá var 100 vini sem koma hérna með henni, þá fara 101 rafeind hingað. Þannig að svo að fara að leiða, þá þarf spennan að þess að við notum í okkar dæmareikningum að hérna á milli séu alltaf 0,7 volt. Hér á milli base og emitter. Þetta er svona lykillinn að þessu. Þetta er svona í dæmareikningum að við gefum okkur að hér er 0,7 volt alltaf. Og já, við skulum bara taka bara svona dæmi þar sem við höfum hann sem er rofa, fræðsturinn, og við ætlum að láta hann bara leiða sem rofa og forspennum hann og kolla kolli. Í rafbókinni í kafla 8 og 9 þar er fjallað þetta, en það er bara þannig að það er stundum, það skilja það bara ekki allir. Hérna sem sagt hefur við transistor, svona, og hann er NPN, svona, og hérna skulum við hafa bara peru, svona og svona. Og hérna skulum við setja viðnám hingað upp, og hér er bara rofi, svona, og peran sem að hún þurfi, hún þarf sem bara 200 milliampere, svo hún logi, sömurinn hér, 200 milliampere, og við skulum segja transistorinn að hann sé með HFE jafnt og 100. Hérna, HFE mögnun er jafnt og I-kollektor delt með IB, og það er jafnt og, nei fyrir ekki 40. Það magnar 40 sinnum. Ef að hér eru 200 milliampere, þá er hér 40 sinnum minni strömmur. Þannig að IB hérna, við erum að byrja að finna IB, strömmur í base, IB er jafnt og strömmurinn hérna, IC, delt með HFE. Þetta er bara 200 milliampere delt með 40. Hvað er þetta? Er þetta 5 sinnum cirka? Það ekki. Þetta er 5. 5 milliampere. Þannig að straumurinn hér er jafnt á 5 milliampere. Inn í baseinn, hérna hleypur hann 40 sem er strauminn hérna niður, og dæmin eru eiginlega öll eins. Það er spurt hvað er viðnámið hér stórt. Og gefum okkur að hérna á milli 0,7 volt, hér á milli, svona, og hérna uppi við hafa hérna bara pluss 12 volt, pluss 12 til það. Og þá er trikkið í þessu, aðferðin hún er svo, að spyrja sig þegar róðirna lokar, hver er spennan hér yfir? Og þess, þá maður líta það rás hérna í raun sem eitt svona viðnám. Svo. Þetta má vera að líta á þetta bara sem svona, hér er það pluss 12 volt þetta, 12 volt, og hér er viðnám, og hér komum við inn í díóðuna, hér er baseinn, og hér er emitterinn. Svona, tvegar það. Og hér er eitthvað dótinn kemur hérna upp í kollektorinu, við spáum ekkert í það. Þetta sem við erum að horfa á. Hérna á milli eru 0,7 volt. Og hérna yfir eru þá 11,3 er það ekki. Þetta spenna, og þessi spenna hérna er 12 volt. Þannig að spenna hérna við innanmið er 11,3 volt. Og straumurinn í baseinn, þá sami var hér niður 5 milliampere. Þannig að straumurinn hér er 5 milliampere. Og þið munið óslagmálið, U, I, sinnum R, svona. Og nú ætlum við að finna R-ið
hendin yfir R. Já, heyriði. Smetla þessu hérna á upptöku. Ég glemdi því. Svona. Ok. Já, hérna sem sagt, byrju, það svona þessu. Ég veit hérna tímsið, Já, þannig að hérna, skal ég segja ykkur, til að finna R-ið, hendin yfir R, og R jafnt og U deilt með I, þá bara hér, þannig að við vitum þá, R hérna jafnt og U deilt með I, 11,3 volt, deilt með 5 milliamperum í amperum, 0,005. Nú fáum við hérna einhverja stærð út. 11,3 deilt með 0,005. 2260 ohm. Það er 2200 R jafnt og 2260 ohm. Eða cirka 2,2 kiloohm. Þannig að þetta svona, það er að segja, leikplanið í þessum rásum að reyna að átta sig á því hvaða straumar eru hérna og hvaða straumar eru hér. Og það veltur á því hver mögnun í stiginu hérna, hvað HF mikið. Og það alltaf gefið upp yfirleitt. Og hérna höfum við að það væri 40. Og þá einhver straumur hér niður og þá hann 40 sinnum minni hérna í beisinn. 40 sinnum 5 eru 200 og við gefum hvað hér séu alltaf 0,7 volt og hér eru 12 volt. Þá vitum við tvennt það hérna viðnám. Spennan yfir það 11,3 volt og straumur í gegnum það 5 milliampere sem fyrir inn í beisinn og þá getum við fundið það einfallega svona, deila straumum upp í spennuna. Einfalt. Hvernig lístu ykkur á þetta? Er það ná þessu? Svona... Það held ég. Þið lærið alveg sko 2 daga efni bara á 10 mínútum. Það var bara frábært. Þannig að þetta sem sagt, við skulum bara taka annað dæmi sem rofa. Af því að við byrjum á því að taka svona rofadæmi og svo tökum við dæmin sem koma eftir eru eins í grunninn, það er bara búið til öðruvísi spennudreilar en ef þið náið þessu grunnprinsípi með rofan þá er bara mikið komið. Ef þið náið í kvöld bara hvað HF og nöfnin á skautunum þá er það nú bara töluvert. Nýtt dæmi hérna, NPN transistor, svona, og hér er kollektorinn og við getum bara að glæða með KI að kollekta því að safna, kollektor og hérna er emitterinn, það þýðir að gufa upp eitthvað fóliðis og base veit ég ekkert hvernig á að þýða. Þetta er base og hér er nú, eitthvað spólu við þetta, eitthvað liða bara, sjöguliða og þetta er að kveikja á honum og ef að segja að hann þurfi kannski bara, hálft ampere, 0,5 ampere, bara að fara hér niður, svo seguliðin drægir. Og transistorinn, við getum haft hann með mögnuninni kannski bara, 25, þannig að HF hérna er 25. Og þá er spurningin, hvað þurfum við mikinn straum hérna inn í beisinn og svo reiknum við út viðnámið sem það er að vera hér, svo að hann hérna, og hér getum við haft aftur bara 12 volt þetta er DC, og þá er það bara 1/2050 sem er hér, þannig að IB, straumur í base, IB er það jafnt og 500 milliampere, eða hálft ampere og 500 milliampere, deilt með 25, er það jafnt og er þetta ekki 40 eða eitthvað fóliðis.
500 deilt með 25. 20. Þetta er 20. 20 milliampere. Þannig að hérna þurfum við að hafa, hérna rauðu, inn í beisinn þurfum við að hafa hérna 20 milliampere og þau magnast á upp 25 sinnum hérna niður og þá fáum við hérna 500 milliampere og spenna hér á milli er alltaf 0,7 volt hérna svona og það samast bara hérna áðan þannig að hér yfir er 11,3 volt svona og R-ið hér þetta er kallað R1 yfirleitt er jafnt og þá 11,3 volt deilt með þessu í amperum 0,025 ampere og þetta gefur okkur svona tölu 11,3 deilt með 0,025 452 ohm 452 ohm hérna er 452 ohm svona þetta eru þessi reikningar sem við þurfum að gera með þetta sem er rofa og ég ætla svo bara að sýna ykkur við verum ekkert lengi núna, við verum bara hálftíma eitthvað svoleiðis sýna ykkur hérna og við erum hættum eða það er að segja rás hvernig þetta er oft sett upp sem þegar þetta er sem magnari þetta eru rofar, bara on eða off bara fjarstýrðir rofar og af hverju að nota þetta sem rofa þegar sjáu þeim mögnuninni mikil í honum það getur haft mjög mjóan stýrivír bara kannski bara örmjóan vír til að kveikja á honum og það getur verið sver vír niður og oft eru með þessa transistora kannski þú veist segjum bara dæmi í hérna eitthvað takt í bílnum ykkar mælaborunum þið ítið á hann og það gerist eitthvað mikið þið startið vélinn í gangi eða eitthvað þannig að lítill takki opnaði þau eitthvað magnara sem hleypur miklu straum niður í gegnum einhvers staðar annar staðar sko það sem við gerum næst það er það hérna ég ætla aðeins að fara yfir með ykkur hvernig magnarastigin svona almennt vinna og þá getum við haft þetta bara hátalara svona og hérna er settið viðnám nei, ég ætla að hafa hérna bara viðnám af því að nú þessi dæmi sem ég er að tekna núna þau eru alltaf öll eins það er sem sagt hér er sem sagt þetta er RC resistor í kollektor það hér er RE resistor í emitter og hér koma svo tvö sem heita R1 og R2 þetta er spennudeilir til að forspenna til að búa til rétta spennu hérna beisinn þetta kan bara aftur bara pluss út það þetta er R1 þetta er R2 og þetta er hefðbundin transistor sem er svona magnarastig þetta viðnám hérna viljum við hafa kannski kringum 1 volt cirka, þetta var puttaregla 1 volt þetta viðnám hér er bara til þess að þið sjá, segjum að hérna sé búið að stilla þetta var að segja bara 1,7 volt hérna punktur í þessum 1,7 volt 1 volt hér yfir 0,7 hérna segjum svo að transistorinn hitni þá fer hann að leiða meira þá hækkar spennan hér kannski upp 1,2 volt og þá lækkar spennan hér úr 0,7 voltum í 0,5 volt þar sem að þetta viðnám hér þetta er komið veg fyrir að transistorinn káli sér fyrir að leiða meira eða fyrir að leiða meira þá hækkar spennanfelli hérna yfir og þá minnkar spennumundurinn hér á milli úr 0,7 voltum í eitthvað aðeins minna og þá dregur úr leiðinni þannig að þetta viðnám hérna er bara til þess að vernda transistorinn viðnámi hérna er kollektorviðnámið þetta er til að búa til sem þetta sem bara þéttir og hér er loftnet svona og hér er lítið merki það myndum við fá hérna út stórt merki í öfugum fasa það segja pluss verður mínus og mínus verður pluss en það skiptir engu máli við erum bara að spá mögnunina lítið merki verður stórt merki og það gerist yfir þetta viðnám hérna þetta er þessi viðnám hérna þessi tvö viðnám hérna þau gera ekkert annað en það að búa til þessa fasta spennu hér og puttareglan er svona cirka svo
að segjum að hérna myndi fara inn, segjum bara 1 milliampere hérna, þá myndi við að hafa 11 sinnum það hér niður og 10 sinnum hérna. Það er svona 10 sinnum meiri sem er hér niður, heldur fyrir hingað inn. Og það er gert til þess að rásin sé bara stöðug. Þess bara fyrir 13 volt eða 10 volt, þá er nóg rafmagn hér niður til að halda alltaf þessu hlutfalli og þessari spennu hér stöðugri á beislunum. Þetta er svona almenn stýring á transistor sem magnarastigi. Og segjum að þessi gæi hérna sé stillan eftir viðnám, sem er svona mótilið á honum. Þá verður það bara að vera með svona sleik, hún er inn í miðjunni, hérna verður þá 12 voltið aðeins. Og hér væri sem sagt, sko, hérna væri RC viðnámið, það væri hér. RC viðnámið hérna, það væri hér. Og hérna væri 12 hérna pluss 12 volt. Og hérna væri MT viðnámið hérna, RE, einhvern veginn svona. Og hér kemur merkið inn hérna, það er litla hérna merki, það hér, hérna, þetta er bara hins stýrinsveginn og það ýtir þessa sleikjuna upp og niður. Og hugmyndin eins og hér að hafa sleikjuna, þegar hann er í bara normal stöðu, þá er sleikjan í miðjunni. Og þá getum við, með því að fara með hana hérna upp, þá minkum við strauminn hérna niður. Ef við förum hana niður, þá aukum við hann. Þetta er kallað að vera í miðju getusviðinu að þess að maður getur magnað. Segjum svo að hann ráði við 100 milliamp í transistorinn, sé hérna, þá stillum við þessu 2 viðnám hér, þannig að hérna fari 50 milliampir niður. Við kveikjum á honum, svona, kveikjum á honum, þá bara fara hann í gang í 50 milliampir. Og þá getum við keyrt hann upp í 100 eða niður í 0. Þá erum við í miðjunni á því sem hann ræður við að magna. Þetta magna jafn mikið í báðar áttir, af því að litla, hérna, merkið sem er hérna sýnisbylgjan, hún á að magnast jafnhátt hérna megin og hérna megin. Ef hann ræður kannski við bara 100 milliampere og hann myndi vera hérna stildur þannig að hérna væri kannski bara 10 milliampere gegnum hann alltaf, þá ertu að fara upp í 100, það er að fara 90 hærra og þú ert bara 10 niður. Þá myndu við klippa af hérna. Þannig að við reynum að teikna transistorinn, eða hannan, þannig að sé í miðju stiginu í að magna. Og þetta er teiknað með svona línurítu sem þið þurfum að kannast við. Og þá sem sagt, við vorum til svona 2 ása hérna. Og hér er IC, sömur hérna niður, í konnektorinn. Og hérna eru menn með það sem kalla UCE. Þess að spenna hér yfir, hérna. Og segjum að hér séu, já, segjum að við ætlum að hafa þetta bara hérna svona, hérna sé bara 12 volt þetta. Og hér eru þá 100 milliampere sem að ræði mest við. Þetta er álagslína hérna. Við getum ekki farið í hærri spennu hérna sem að taka mér í burtu, að hætta að magna, þá er svona 12 volt þetta yfir hann. Og það er bara ekki sér rásinni og að leiðir í botni þá er 100 milliampere. En við viljum þá hanna rásina þannig að við séum í miðjunni hérna. Það séu 6 volt yfir hann cirka og 50 milliampere sem fær í gegnum hann. Og svo eru lagðar á alltaf aðra base, það er þessar línur hérna. Þetta eru base strömmurinn hérna. Þetta er svona í bókunum og hérna er það kannski, þú veist, segjum bara 1 milliampere og 1,2 milliampere og bla 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 og þetta veltur auðvitað á magnuninni. Segjum að myndi magna 100 sinnum. Ef HF í þessu transistor sem hérna gæja, þá eru 100. Það eru 100 hérna og þá er hérna 0,25 milliampere eða ekki? Nei, 0,05 fyrir ekki. Já, 100, það er bara 0 í burtu. 50 milliampere, 5 milliampere og 0,5. Hérna verður þá 0,5 milliampere. Þetta rauða er base-strömmur hérna. Þetta er base-strömmurinn. Base-strömmur. Og á þessum líðunutum getið þið séð
hvaða straum þurfa að búa til inn í beisinn til að fá þennan straum hérna niður hann. Og þið sjáum að hann getur farið upp í 100 milliampere mest og spennan getur verið mest yfir hann 12 volt. Þetta er kallað kennilína transistorins. Þetta línuritt. En við getum gert það í sjálfsögðu allt saman bara við vitum HFE-töluna. Við þurfum bara að vita hana, hver er mögnunin. Þá getum við reiknað þetta alveg fram og aftur. Og þetta að vera hérna í miðjunni, það heitir klassi A. Mögnuna klassi A. Þessi punktur heitir Q. Þetta er Q. Og þetta er þá klassi A. En þið sjáu gallan við þetta. Hann er alltaf að éta rafmagn. Það kemur ekkert merki hérna inn og á kveikt á honum. Þá leiðir hann 50 milliampere gegnum sig. Hann er bara að bíða eftir merkinu til að geta lætt aðeins meira eða minna eftir hvort að merkið er upp eða niður. Og hann er alltaf heitur og alltaf eða rafmagni. Þannig að sem með magnari hjá ykkur fyrir hátalara, þeir eru sem sagt, þá voru teiknaðir 2 transistorar í seríu og 1 PNP og 1 NPN og hátalarinn er hér, þetta er að segja, þetta sem sagt, hérna er plusinn, svona, og hér er nullið og svo fer þetta hérna á þétti, eitthvað svona þétti og hátalara og svo leiða það til skiptis. Þessa áttina eða þessa áttina hérna. Sem er hingað eða hingað. Og þetta er kallað push-pull. Og þá eru þeir stiltir þannig að þeir leiði ekki neitt. Hérna kemur bylgjan hérna. Svona. Efri bylgjan, hún kveikir á sem hér. Og það er engin bylgjar, þá leiða þeir ekkert nærri bylgjan kveikir á sem hér. Þannig að ef ekkert merkir inni á, þá leiða þeir ekkert, það er bara kaldir. Þeir eyða bara rafmagni, þeir þurfa á því að halda. Og þetta er klassi B eða C. Klassi A er í miðjunni, það sem maður getur alltaf, er þar í normal stöðu. Klassi B og C eru ekki í gangi nema að komi merki inn á beisan á þeim. En þetta er ekkert sem þeir fyrir bara frá að vita af þessu. En okkar dæmi er öll í klassa A. Og við tökum nokkur dæmi í þessu umhverfi hérna. Og ég held að við ættum bara að segja þetta sé bara gott hjá okkur í dag. Þið þurfum að núna, það er miklu markmið kvöldinu í kvöld, að þið kunnið kollektor, þið kunnið emitter, þið kunnið base og þið vitið hvað HF er. Það er mögnunin, það er straumurinn sem er hér, deilt upp í strauminn hér, einhver tala, hérna, og það er mögnunin. Og þessi transistor heitir NPN, en þetta pílan í honum er út. Og spennan hér á milli, base og emitter, í öllum reikningum, er alltaf 0,7. Þannig ef við komum með þetta, þá erum við komið með fyrstu skrefin á transistora og þetta er bara nóg. Svona til að geta tekið þetta eins áfram.